Velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta á Gunnar Inga og Svövu Maríu. Það heiður og ánægja að vera með ykkur hér í dag. Við erum hérna, megum við segja, við séum að dundra niður svona þáttum í. Já. Hérna, ég veist ekki hvort það var Lindó eða eitthvað. Nei. En allavega, við erum nefnilega að vera í hérna, við erum hérna inn í stúdíónu. Já. Og með henni Halldóru vinkun okkar hérna. Og við erum bara að taka upp 4 þætti í einu. Fyrir ykkur. Þetta verður rosadagur. Og takk fyrir alla spurningarnar. Það er búið að rigna inn spurningum, góðum spurningum. Mjög góðum spurningum. Sem að fólk er að pæla í þegar nýkomandi trúar. Einmitt. Þannig að. Algjörlega. Já. Og spurningin sem við ætlum að taka fyrir í dag, já, núna. Já, núna. Skrýta þetta, já. Þennan að hálftíma. Hvað þýðir það þegar að kristnir segja hlakka til að drottinn komi aftur? Hlakkar þeim til að deyja? Það var vel. Ekki? Jú, þú veist svona spurningamerki kom fram í augunni. Já. Þannig að svaraði fólkinu. Já, ég er náttúrulega bara með, ég verðist hafa alltaf náð bara 2 versum fyrir hvert þátt. Já, þannig að ég er bara með 4. En ég held að hann augljóslega getum við ekki tala fyrir alla kristna. Nei. Og það eru því meir sumir svona, einhvern veginn, veist, ég djók alltaf með þetta, það er eins og sumir séu svona kristnir og eiginlega svona hægi sér eins og það sé engin hamingja í þessu lífi þangað til að þau loksins deyja. Svona, oh, the sweet release of death. Það getur loksins fyrir að brosa eða eitthvað svoleiðis. Það er mjög skrítið, sérstaklega þegar ávöxtur andans er gleði. Og hann Já, en þetta er kannski, við kannski erum sérstaklega að tala af hverju okkur hlakkar til að Jesús kom aftur. Já, og þýðir það og okkur hlakkar til að þetta, en þú veist, eitt af því sem að ég pæli ég er Rómarbréfið 8, 22. Vilt þú lesa það Á ég lesa? Þú með svo góð rödd að lesa svona. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingarhríðir allt til þessa, en ekki einungis hún, heldur og við sem höfum frumgóróða andans, jafnvel við stynjum með sjálfum okkur meðan við bíðum þess að Guð gefi okkur barnarétt og endurleysi líka með okkar, því að í voninni erum við hólpnir orðnir. Von er sést er ekki von, því að hver vonar það sem hann sér. En ef við vonum það sem við sjáum ekki, þá bíðum við þess með þolinmæði. Þannig að hann er að segja, þú veist, að vonin hans er í því að Jesús kom aftur og þessu eilífa lífi. Og í rauninni að hlakka til fyrir komu Krist, en það þýðir ekkit endilega að þú ert að vonast eftir dauðunum, heldur að hlakka til þess dags þegar að dauðin er ekki lengur. Já, held ég. Og ég held að þú veist kannski þetta hljómar eins og við sjöfum bara eitthvað svona bara eitthvað taktu mig núna eða eitthvað. Take me away. Þetta er samt svona, þú veist. Þetta er eins og ef kristin væri svona goth, manstu hvernig gothar voru þegar við vorum yngri. Allir svona svörtu og geð þunglindir og eitthvað svona. Já. Þetta er svona þannig. Jesús, hvað er bara. En það reyndar, ég er nokkuð vissum að örugglega allir hafa eitthvað tíman átt þetta augnablik. Það sem að bara þessi heimur er svo skrítinn og bara brotinn og Já. Þannig að þú veist, ég held að svona yfir allt svona í heildina þá er ástæðan fyrir því einmitt af hverju, þú veist, okkur hlakka til. Ég tók allavega fram hérna Filippibréfið 3:20-21 og þar segir ég þarf að fara henni nér. En föðurland okkar er á himni og frá himni væntu við frelsarans drottins Jesú Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama okkar og gera hann líkan dýrðarlíkama sínum, því að hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Og við varst þetta gott vers að því að þú veist, þarna gefur svolítið svona til kynna hvað við erum að hlakka til. Og ég held að sé bara, í fyrsta lagi náttúrulega bara er ótrúlega spennandi að við erum búin að setja trú okkar á Jesú sem að við höfum ekki ennþá séð. Og sá sem bara elskaði okkur fyrst og er búin að sýna okkur svo mikla náð og miskun og gerir það á hverjum degi, og það að við fáum að hitta hann þú veist, er náttúrulega bara ótrúlega spennandi. Og en svo er númer 2 að þú veist, þá förum við frá líkama sem er náttúrulega bara, þú veist, í földum heimi, þannig að við getum upplegað veikind og sjúkdóma og allt þetta, og við fáum dýrðarlíkama sem er fullkomin. Þannig að ég held að það sé
mjög spennandi og að fá að lifa þú veist, í heimi þar sem að allt orðið fullkomið aftur, það eitthvað sem mjög spennandi og það heldur líka mér er svo ótrúlegt að við erum með svona vers sem að komplementa hvort öðru, svona hæla hvort öðru þannig að ég með sögum pælingar nema önnu vers og hann að þegar, þú veist, ég held að málið þetta þegar við vonast eftir komu Krist, þá erum við ekki að vonast eftir í rauninni enda lífsins, heldur uppfyllingu af því sem lífið átti að vera og mun vera og það sem við upplifum aðeins núna að hluta þú veist, og ég veit fyrir okkur þá eru ótrúlega mikið von, þú veist, við byggjum alltaf fyrir lækningu Salomons en ég veit að einn daginn mun lækningin eiga sér stað, hvort sem að sé í þessu lífi eða því komandi og við veitum að í rauninni dauðinn sjálfur ekki endi lífsins, heldur bara dyr þar sem við förum og erum með Guði sem án þess að hafa allt það við okkur sjálf sem að hindrar okkur að þurfa að dvelja, þú veist, að í rauninni að þú veist, leggja af hold okkar og þú veist, og annað eins og þú veist, Filippibréfið í fyrsta kafli þá Páll einmitt að tala og í Filippibréfinu þá ótrúlega magna og ég held að það sé hluti af því að þú veist, í Filippibréfinu þá heyrur að hann í fangelsi og þetta ekki, þú veist, Íslands fangelsi það sem með PlayStation og eitthvað svona dót, hann í rómversku fangelsi og hann ekki bara í fangelsi fyrir að gera eitthvað slæmt, hann í fangelsi fyrir að predika Krist, þú veist, hann í rauninni fyrir að gera gott en í Filippibréfi talar hann meira gleði heldur en allar annar bækur Biblíunnar og í fyrsta kafla í versum 20-24 þá segir hann hérna, vilt þú lesa það? Þú mikið betur en ég og það einlæg löngun mín og von að ég í engu megi til skammal verða heldur að Kristur megi í allra augum nú eins og ávallt vegsemlegur verða í mér, hvort sem það verður með lífi mínu eða dauða. Því að lífið mér Kristur og dauðinn ávinningur, en ekki ég, en eigi ég áfram að lifa á jörðinni, þá verður meiri árangur af starfi mínu. Veit ég ekki hvort ég á heldur að kjósa. Ég tvennu vöndu að ráða. Mér langar til að fara hérna og vera með Kristi því að það væri miklu betra en ykkar vegna það nauðsynlegra að ég haldi áfram að lifa hér á jörðu. Þú svo góð að lesa þegar þú færir svona karakter Ég elska að fara í karakter og ég verð bara að segja áður við höldum áfram, ég verð bara að segja ástæðan fyrir mér elska að fara í karakter og þegar mér finnst það gera svona, ég veit það ekki, svona einhvern veginn Pál meira lifandi, mér finnst einhvern veginn skilja betur svona hvað hann að segja, þú veist. En ég held að ástæðan fyrir það að hann getur talað svona mikið gleði í fangelsi og í ómögulegum ástæðum að hann með þetta eilífa sjónarmið. Það þessar tímabundnu þjáningar ekki neitt með við dyrina sem koma skal. Já, einmitt. Ætlaðu þú að segja eitthvað? Já, talandum að þú vessin hæla hvort öðru. Það ég með Hebrear 12:1-3 sem segir fyrst við erum umkringdir slíkum fjölda votta þá sést fjölda votta þá allir sem við hefum lesið bara í biblíunni sem að þú veist, ég ætla eftir kabla bara Abraham og Nóa og allir þeir sem að þú sé að Guð bara verka í og fullkomna verkið. Þá segir léttum þá af okkur allri byrði og viðlóðandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan. Beinum sjónum okkar til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar, vegna gleði þeirra beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, matsmán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Sko í ensku sessat, mér langar eiginlega að taka það því að það segir hérna hann segir, þá erum við að tala að run the race that is set before us og þá segir hann sko hérna, byrju hvar þetta let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. Founder and perfecter of our faith. Já, founder and perfecter of our faith. Þannig að ég held að þú veist eins og hérna okkur ég að segja eagerly var ég með eitthvað annað hérna allavega hérna mér fannst bara svona kannski hafa áhrif á hvernig við erum að hugsa þetta, þú veist að við erum að kasta af þó öllu sem að hindrar okkur og syndin sem að getur verið viðlóðandi þú veist, og svona flækir okkur í alls konar, þú veist, og þá fór ég að hugsa, þú veist,
hindranir einmitt sem að hindranir þá getur kannski verið að koma í veg fyrir að þú sjáir þú veist að því að það var þannig fyrir mig þú veist ég átti rosalega erfitt með að þú veist gangi gegnum erfileika og einhvern veginn svona temja með það að þú veist að það væri uppröndi fyrir mig að hugsa þú veist já, þú veist einn daginn, þú veist þá mun allt verða rosalega gott og svona, þú veist og mér fannst ég einhvern veginn svona ekki alveg ná að svona einhvern veginn temja með það því ég var bara svona, ég skildi ekki alveg af hverju en þá fannst mér áhvert að hugsa bara svona það sem að geti verið að hindra þig og getur hort á þetta þannig og það kannski það einmitt eitthvað svona enn og eftir að því við vorum að tala skurðgóði síðast þetta, það geti ýmislegt sem verið að halda okkur aftur af því að við náum að svona beina augum okkar að sjónum okkar að Jesú þú veist, að því að við erum að haldi eitthvað sem að við erum ekki búin að ná að leggja niður fyrir Guð og treysta honum fyrir og það náttúrulega getur verið bara börn og ástvinir og allt sem að þú vilt sjá þú veist ekki hvort þau munu koma til trúar eða ekki, skilur við og eða þú veist eða bara syndin þú veist náttúrulega hefur áhrif á það vill náttúrulega reyna að draga augun okkur frá Guði frá því að geta haft augun á verðlaununum sem er Jesú þú veist að því að það er alveg yfirnáttúrulegt að geta hugsa þú veist bara já einn daginn þá mun Guð þú veist skilur þetta er bara svona gleði sem að er yfirnáttúruleg þannig að ég held að, svona, að vera meðvitaður um það hvað getur verið að hindra því að geta að hugsa þetta þú veist, er eitthvað sem þú þarft að sleppa og svo endanum þá segir hann við erum að hlaupa með þolgæði þú veist, og mér varst það rosalega gott með þolgæðið, af því að mér varst það líka sína að þú veist, það er ekki alltaf auðvelt þú veist, þolgæði kemur með því að vinna í gegnum þú veist, hvað sem þú ert að gangi í gegnum þá ert alltaf að læra meira og meira þú veist, að geta sett vonina þína á Jesú Krist og hann hjálpar þér, þú veist, hann vill að þú upplifir, ég held að þaðan kemur þessi eilífa gleði, þú veist að geta gert þetta, þannig já, það er svona það sem ég fekk út úr þessu, að geta horta á þessa gleði, af því að Jesús gerði það á krossanum, gleðin hans var þú þú veist að hann vissi að það var tilgangur á bakvið þetta já, það var tilgangur á bakvið og muna, þú veist, og ég veit að það er rosalega vinsælt að segja, þú veist, verður bara í núinu og eitthvað svona, en þú veist, það er ekki alltaf lausnin að vera bara í núinu það segir þannig í Hebreubreinu 12. kafla þegar Jesús var á krossinum, þá var hann að horfa fram á við hvað er, þú veist, þetta er vont þetta er þjáning, þetta er smánun, eða ekki þú veist, það er að gera lítið mér og þú veist hengina nakin á krossi er mun þægilegur aðstæður sem þú getur verið í lífinu en hann var að horfa á hver er tilgangurinn á baku þetta, ég ætla að bera synd Gunnars, Svövu og alla þeirra sem eru mín, ég ætla að bera skömm þeirra ég ætla að greiða skuld þeirra, ég ætla að gefa þeim eilíft líf með dauða mínum og hann líka bara, þú veist að ég held að fyrir mig, þú veist einn daginn, þú veist að komast á stað þar sem við sjáum ekki þú veist, eins og ég fyrir að Korintharbréfi í 13. kafla kaflinn sem talar mjög mikið kærleika, það er svona neðsti kaflinn sem hann talar í rauninni að vera í svona brotnum heimi þar sem við sjáum ekki allt til fulls og þú veist það segir hérna því að þekking okkar er í mólum og spádómar okkar er í mólum en þegar hið fullkomna kemur þá líður þetta í lok það sem er í mólum, þegar ég var barn talaði eins og barn og hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn en þegar ég er fullhliða maður þá læði ég niður barnskapin nú sjáum við sem í skuggsjá í ráðgátu en þá munum við sjá auglitis til auglitis. Nú er þekking mín í mólum en þá mun ég gjörþekkja eins og ég er sjálfur gjörþekktur orðin. Þannig að einn daginn munum við hafa hann sem svarar okkur spurningum og gefur öll ástæðuna á bakvið allt sem hefur gerst og kannski hlutir sem að við vitum svona, ok, Guð lætur allt samverka til góðs en við vitum bara ekki hvernig þetta á eftir að enda í einhverju góðu að þá fáum við að sjá frá eilífu sjónarmiði hvað hefur raunverulega gerst ekki lengur í gegnum skuggsjá þú ert ekki að díla við hold þitt þú veist, eða lofa Guði eða þjóna Guði með bakverki og þú veist hvað annað og að vita bara, þú veist, einn daginn þú veist, þá förum við ekki bara til himna heldur kemur heiminn niður á nýja jörð og við fáum að búa í heimi sem er fullkominn veist, og hversu oft við höfum talað það að sjá Salamón einn daginn hlaupa til okkar og tala við okkur og njóta þess að borða og svo framvegis þannig að þessi von er eitthvað sem að ætti ekki að láta okkur hlakka til dauðans en ætti að fylla okkur að því að við ættum ekki að vera hrædd við dauðan út af því að það er eitthvað betra handan við hurðina og er rauninni svo sannarlega ekki hlakka til þess að deyja heldur, þú veist, eins og Páll sagði í Filippíubréfinu 1. kafla á meðan ég er hér að þá er það, þú veist, þá er líf mitt snýst að þjóna Guði
og ég ætla að gera honum dýrina í mínu lífi þannig að ekki leitast eftir því að lífið þitt endi heldur að frekar vita að þessi von gerir það verkum að dauðinn, þú veist að það meiri sér það eins slæmt og það er og eins svart og það er fyrir fólkið sem er eftir þig að þá er það jafnvel ávinningur en ekki að leitast eftir því en að vita bara þegar ég kem þangað þá vil ég horfa á auglið Jesú Krist og heyra að ég sé hans trúi og góði þjónn það er eina sem skiptir máli við þurfum að taka pásu herðu, Ertu reddið með lag? Eða? Já, ég er reddið með lag herðu, Já, ég vil taka það fram að ef þú ert að hlusta podcastið þá heyrir ekki lagið en þú getur bara farið og hlusta á það og ítta pásu með hann og koma svo aftur en fyrsta lagið allavega fyrra lagið heitir All Will Be Well All Will Be Well All Will Be Well All Will Be, hætti All Will Be Well All Will Be Well með Paul Sack gjör það svo vel Herðu, mér langaði bara að segja hans frá því að við hjá Lofstofunni Baptistakirkju erum með samkomur á sunnudöfum klukkan 11 samkomunar eru á ensku við erum staðsett í Fagraþingi 2A og svo eru við líka með heimahópa ef við vikuna en þú getur svo bara fengið ítalara upplýsingar það þegar þú mætir og kíkir í kaffi hjá okkur sjáumst Herðu, mér langaði líka að taka það fram að Trú og Líf er komið heimasíðu þess að trúolíf.is það sem við ætlum að láta þessa þætti en líka meira af kennsluefni sem tengist ýmsum atriðum sem tengist Biblíunni og við vonum að það sé þér til uppbyggingar en svo erum við líka hægt og rólega að fara að bæta inn greinum og meira efni í framtíðinni sem við vonast til þess að hjálpi þér að vaksa í trú og von og kærleika og þannig að ef þú vilt kíkja á það þá er það trúolíf.is Velkomin aftur, þú ert að hlusta á þáttinn Trú og Líf Trú og Líf Ég er Svava María og þú ert að hlusta á ég er Svava María og þetta er Gunnar Ingi og þú ert að hlusta á Trú og Líf Já, þú ert að hlusta á Gunnar Inga það er það sem ég ætlaði að segja Nei, við erum að tala er ég að tala betur núna? Þú ert að oh my gosh, Svava María Þú ert að hlusta á Trú og Líf nei, ég ætla að segja við erum að ræða Gunnar, hætti þessi við erum að ræða sagt, af hverju hvernig hljóma þetta aftur hvað er það sem að hvernig var þetta spurningin? Hvað þýðir það þegar Kristinn segir slakka til að drottinn koma aftur hlakkaðinn til að deyja? Já, einmitt og Gunnar var bara að tala það sagt, hvað varst þetta að tala Hvað endar áttur á? Þá von að óttast ekki dauðan í rauninni heldur þessi von að við eigum ekki að leitast eftir dauðanum heldur ætti þessi von að gera það verkum að við ættum ekki að óttast dauðan Já, einmitt og ég manstu áðurinn ég held áfram manstu hvaða útgáfu af Biblíu þú notar í Bible Gateway heima í tölvunniðinni HCSB held ég Ok, hvað heitir það? Holman Bible Ok, allavega ég var nefnilega að skoða eins að því að við vorum að tala á íslensku þá er þetta Hebrabrauð 12, 1-3 það sem að segir og ég er kannski sérstaklega að tala núna beinum sjónum okkar til Jesú höfundar og fullkomnara trúarinnar og mér fannst kannski áðurinn fyrir það þá þegar það var að tala um syndin sem er viðlóðandi þú veist að við erum að taka hana af, við erum að hrista hana af okkur viðlóðandi synd og þreyta þolgjáður skeiði það sem er framundan mér fannst bara áhugavert að það í þýðingunni þá stendur það að sé sin that entangles og þýðingin á því er to be caught or twisted in something making it difficult to escape mér finnst það rosa svona áhugavert af því að þú veist bara þetta hvað syndi getur haft áhrif á að við séum að horfa fram á við og getum ekki haldið áfram já, making it difficult to escape en allavega þannig að mér finnst bara make a sense að hverju Guð er að segja að við erum að beina þá sjónum okkar að Jesú sem er fullkomnari trúar okkar þú veist að því að hann er náttúrulega bara búin að yfirstíga hann búin að sigra dauðan þannig að það er okkur ekkert ómögulegt í Jesú Kristi þannig að þú veist mér finnst það líka bara kannski góða punktur af því að vera að hugsa að því að ég held að sé flesti nú sem að tala þú veist þegar þeim finnst erfitt kannski að hugsa að þú veist bara þetta bara Jesús vill bara koma sem fyrst skilur
en að hugsa bara þetta með ástvina sína og börnin sína og svona, en ef að Guð, þú veist, er fullkomnari trúar okkar, ef hann er sá sem að fullkomnar trú hjá fólki og ef að hann er sá sem að þráir að fólk komist til þekkingar á honum, skilur, hann vill ekki að neinn fara til helvitis, þú veist, hann vill það ekki, hann vill að allir eigi samfélagi við hann er náttúrulega búin að gera bara stærsta verkið ever, skilur, til að reyna að sýna hversu mikið hann elskar okkur og ef að það er þannig, þá er það vonandi bara huggun fyrir þig, kæri hlustandi, að þú getur lagt allar þessar áhyggjur þú veist, í hendurnar á fullkomnara trúar okkar og bara vita að hann er með þér í því að vilja og þrá að ástvinni sem að þú ert að hugsa börnin og barnabörnin og allt þetta, þau munu komast til trúar þekkingar á honum þannig að og hann heyrir þessar bænir þannig að ég vildi kannski bara íta þetta það. Já. Og ég held að líka bara þetta hefur alveg áhrif á mjög mikið þetta, þú veist, þegar við pælum í hvernig þetta mun vera að þá er það ekki bara að þú veist, þetta hefur áhrif á bara eitthvað þegar það gerist þannig heldur hefur áhrif á hvernig ég hugsa í dag veist, hvað ég lifi fyrir í dag þú veist, þegar ég byrja að pæla í hvernig nýr heimur verður og það er ótrúlegt bara svona, þú veist, með þessar lítli hluti bara svona bakverkir, bara eitthvað svona sem er stanslaust sem er bara svona þú veist, og bara hvernig verður að borða mat þegar það er engin, þú veist, ekki bara sprautan með neinu og það er ekkert bölvun yfir jörðinni og þú veist, engin, þú veist, engin veiki nú er fuglaveiki orðið eitthvað þeng þú veist, og þú veist, bara þannig að hvernig verður að njóta sköpunar Guðs þegar að bölvun syndarinnar er ekki yfir öllu meðal annars okkur sjálfum og þú veist, og þá von sem það hefur að það, þú veist, ætti að fylla þig von í núinu, þú veist, ekki það að þú leitast bara eftir að vera loksins ánægður þannig heldur líka bara okkur mitt eilífa líf hefur byrjað núna ef ég er í Kristi þá mun ég aldrei vera nálagt helviti og ég er núna þetta verður bara betra og betra hérna í frá að ég mun fá að upplifa hann og fá að og í rauninni að þetta er mitt eina tækifæri til þess að lofa Guð þegar það verður erfitt það verður milljónir ára fram í tíman það sem að ég get lofa Guð það er ekkert mál út það er engin fyrirstaða þetta er svona eini tímapunkturinn í allri eilíðinni þar sem ég get sungið í dalnum og leyft ég að bergmála í gennum tárin og gennum sársaukan að Guð er þess verður að lofa að jafnvel þó að kringustæði mínar breytist frá degi til dags að þá er hann sá hinn sami og ef hann átti skilið lofkjöri gær þá hann skilið í dag og þú veist að það er ótrúlegt að hugsa bara þetta er mitt eina tækifæri í allri eilíðinni til þess að syngja honum lof þegar það er erfitt og þú veist, einn daginn þá verði ég hjá honum og það er mjög, mjög auðvelt en þangað til ætla ég bara að gera það og það ætti, þú veist, að hafa áhrif á hvernig þú elskar konaðinn og börnin og kalliðinn og þú veist, bara svona elskar fólki í kringu þig, þú veist, þegar þú ert með þessa eilífu von, þegar þú ert með, þú veist, þú veist að það besta í þessu lífi er ekkert með við það sem koma skal, það versta er ekkert með við og þú veist hvernig sagan endar, þú veist, þannig að ef þú ert í skurði ákveðar núna, þú ert allur í sárum og annað eins að þá veistu samt hvernig þetta mun enda að þú veist, þetta eru bara kringustæður sem eru ákveðar núna en mun ekki alltaf vera svona og ef þú vilt, þú veist, lesa, þú veist mér ákveðar að lesa kannski í opinberun á bókinni 21. kapla, svona sýnin inn í hver koma og þar segir Jóhannes ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð var horfin og hafið er ekki framar til og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður frá himni frá Guði, búna með brúði sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásatunum og sagði sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til verða, hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásatunum sat sagði sjá ég gjöri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu og hann sagði við mig það er framkomið ég er alfa og omega upphafið og endurinn ég mun gefa þeim ókipis sem þyrstir er og af lind lífsins vass sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera minn sonur. Amen. Má ég segja eitt? Ok. Þarna, bara ég ætla líka bara kannski svona til að tala smá voninni bara
minnst Guður að leiða mig kannski sérstaklega að því að við erum að tala þú veist, af hverju fólk hlakka til og þú veist, og svona, en bara því ég veit að það liggur á mörgum bara með svona þetta, þú veist, að þú hlakki til og þú farið til Jesú og þú skilur eitthvað eftir þig og svona fjölskyldu. Bara minna á þetta versina, Rómverjabréfið 1:16, það segir ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnarindið, það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Og bara muna, þú veist, að þegar við erum að lifa, þú veist, við lifum í þessum krafti á hverjum degi, skiljiði, til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir og bara ekki vanmeta það að þú sért að velja drottin á hverjum degi, að þú sért að velja það að fylgja honum, að skammast þín ekki fyrir fagnarindið, að lifa, þú veist, að það ekki bara orðinni, heldur það líka það líka líf þitt sem að predikar trúfesti og náð og miskunn Guðs og að, þú veist, hvert skilur bæði orðin sem þú segir og hegðunin líka skilur það, fólki kringu þér að horfa og það mun ekki koma tómt tilbaka skilur, fólk að horfa og fólk að sjá og þú getur treyst því að Guð, þú veist, af því að þú ert að sína trúfesti því að fylgja honum, fylgja boðurum hans, fylgja hvað hann að beða að gera, að það mun bera ávexti kringum þig. Þú veist, þú ert náttúrulega, við erum bara mennsk, við sjáum ekki, þú veist, áhrifin af því að vera trúfastu Guði og sjá, ég meina, tökum bara Abraham sem dæmi, skilur. Þú veist, bara þetta að fylgja Guði, að Guð blessar það að fylgja honum. Þannig að bara uppurinn fyrir ykkur. Já, algjörlega, ég er að finna, líka bara kannski finna vessin það sem að góður hermaður Chris, já, annar tíma þess að byrja annar kaflið, þú ert að lesa eitthvað heima bara þannig, þú veist, hann tekur fram bóndan, hann tekur fram hermanninn, hann tekur fram íþróttamannin og bara muna það að það eru ótrúlegustu hlutir sem fólk gerir svo lengi sem það er með markmiði í huga og stundum er markmiðið eitthvað rosa stórt og geggjað, þú veist, að fara til gamesins eða eitthvað svona, þú veist, eða það getur verið bara svona frekar venjulegt að koma sér í betra form eða hvað sem er, þú veist, en ef þú ákveður, þú veist, að ég ætla að ná markmiðinu að þá gerir það rauninnar og fórninnar sem þú þarft að koma, þú veist, áður en þú kemst að markmiðinu, það svirði, þú veist. Ef þú segir bara eitthvað við eitthvað, herri, viltu ekki fara að borða hérna minni sykur og svona minna mat sem er svona, þú elskar að borða. Og þú segir ekkert af hverju, þú veist, bara, þetta mun vera betra fyrir þig, að hollara, þetta mun líða betur, þú getur hugsa betur, þú getur séð börnin og konan og svona, lifa lengur eða hvað sem það er. Þú veist að þá er það svona, ok, nei, mér langar ekki að sleppa því að borða ekki eitthvað góðan mat. En ef þú byrjar að hugsa allt það sem að, þú veist, kemur úr því, að þá getur það, þú veist, og þannig hann í öðru Tímóteusbréfi, öðrum kafla, þá er hann að segja, hei, bóndinn erfiðar út að hann mun fá uppskera, íþróttamaðurinn þjálfar sig út að hann vil vinna hann hlaupið og hermaðurinn, hann þjónar með það í huga, hann ætlar í rauninni að þjóna konum og því sem hann segir. Þannig að en við erum eiginlega búið með tíman þannig að við getum ekki að vera að dvelja á því svo sem. Nei, ég ætlaði bara að segja takk fyrir að, ég hef bara gleyma að segja þetta í síðust þáttum. Takk fyrir að hlusta. Ég búið vonum að þessi þáttur hafi verið ykkur til uppurunar og bara bara biðjum Guðs blessunar yfir þig og ykkur kæru hlustendur. Lagið sem ég ætla að skilja ykkur eftir með heitir Sing of This með Bethel eða Bethany World.